Hvernig bar það til að þið ákváðu að stofna nýtt leikfélag? Já, við gerum það ekki samningu, við gerum það setja ykkur í lagi, en við áttum sameiginlega félaga og það endaði með því að við vorum, heyrist ekki mér. Við vorum minnst að kosti 6 sem byrjuðum og fyrst hét þetta leikklúbburinn Gríma, síðan kallum við þetta tilraunarleikhúsið Gríma, svo hét það bara leikfélagið Gríma og undir lokin, þegar Gríman leið undir lok, þá var hann komið fram yfir 70, þá voru 70 manns sem Gríman gat grípið til starfa. Annars var svona regla hjá okkur, minnst okkast í seinnipartinn allan, að Grímu meðlimir voru þeir sem unnu í Grímu. Hinir voru ekki meðlimir fyrir þeir fóru að vinna fyrir Grímu. Þetta gekk mjög vel sem svona félagsform, mjög gott. Já, ég vil nú eiginlega, þú sleppur alveg æfisöðinni, segir ykkur þú sitt leikari, að við þetta fyrir leikari. Já, ég heiti Erling Gíslason og hef unnið halva öld í Þjóðleikhúsinu. Ég verð því miður að byrja svolítið framar áður en að við stofnum Grímu. Við vorum örfá sem fórum til útlanda í háskólanám eftir heimsstyrjöldina. Og það var alls ekki móðins að stelpur færa. Við vorum bara 2, Svava Jakobs og ég, sem fórum úr mínum áfangi til útlanda að stúdera. Og ég valdi með Frakkland og valdi með Frakkland einmitt af því mér fannst París vera að hafa verið svo lengi flagga menningarinnar í Evrópu. Þú var Berlín komið þar sögu eftir fyrir heimsstyrjöldina. Og ég var ekki fyrir vonbrigðum því að það var gríðarlega mikil innblástur að sækja í Frakklandi á þessum tímum. Við skulum ekki gleyma því að ég er stúdent 1949 og ég er þarna frá árunum 1949 til 54, 55 og eitthvað svona 44. Og þá eftirstríðsárin þau skildu það eftir sig að það var algjör bylting í bæði í öllum skrifum og myndlist að þeirra menn afskrifuðu fortíðina og vildi ekki vita af henni og hugsuðu eitthvað alveg upp á nýtt. Og í leikhúsinu, við vitum hvað gerist í myndlistinni, hún er hér á veggjum sem staðar, og við vorum, eða ég var sérstaklega mikið af myndlistamönnum íslenskum eða nokkur í París á þessum tíma og ég var sérstaklega gagnrýnin á leiklistinni. Ég hafði þannig að leiklistaráhuga frá því að barn en fór nú reynda til Frakklands vegna myndlistarinnar af því mér fannst hún svo spennandi, mjög og þar kynntist ég framúrstefnu leikhúsinu og eiginlega kynntist þessum höfundum sem við seinna fórum að kynna í Grímunni. Síðan þegar ég kom heim, þá var Magnús Pálsson að koma heim frá sínu myndlistanámi, leikmyndasögur, mann ekki hvort það í Birmingham eða Manchester, en hann var þar í stóra skólanum sem að sinni leikmyndalist og ég þekkti Magnús vel og hitti hann mikið og síðan eins og Erlingur segir, það er hópur sem hittist af leiklærðu fólki og leikmyndahöfundum en við hittumst í öðru horni, óafvitandi af öðru, Magnús Pálsson, Þorvarður Helgason og ég. Og við Magnús Pálsson byrjum að leggja á ráðum, okkur langar ákvæmlega mikið til að búa til einhvern leikhús í anda þess sem við vorum að flytja heim hjá okkur. Og ég má til að koma því að hérna, mér finnst þegar ég hugsa bókmenntasögur Íslendinga að komast alltaf allar stefnur hingað heim.
Það fer alltaf einhvern út og lærir Hallgrímur Pétursson kemur heim með barn og síðan gengur þetta svona eftir og við höfum allar stefnurnar af því það einhvern eitt sem fer út og kemur með það heim. Og mér finnst að við, þú varst Elling var í Vík, og mér finnst að við sem vorum þarna að fara út fyrst eftir stríðið og komum heim, við erum að koma heim með þessar nýjungar sem voru óþekktar hérna heima. Það var ekkert sjónvarp, það var bara útvarp og bækur hjá Snæbirni og svona, en það var ekki fólk til að segja frá því hvað það hefði upplifað í erlendis. Nema í góða auðvitað, þá renna þessi tveir hópar saman og fara að ræða mikið þetta að stofna leikhús og úr því verður Gríma. Leikhópurinn Gríma, eins og Elling sagði, hvað það fyrst. Og hvers slags leikhús var þetta sem þið vilduð einlega? Já, við höfum, ég man nú ekki alveg, sko, við vorum austurísk og fanatísk og svona eins og fólk með þarna. En þegar við komum fram á 67, þá var það rekstrarstaldið, þá birtum við hér í leikför sumarið 67 í skránni. Hlutverk Grímu í Reykjavík í aðaldráttum þríþætt. Að gefa ungum leikara efnum, verkefni og tækifæri til að viðhalda þjálfun sinni eftir leikskólapróf. B. Að hlúa að íslenskri leikritum með því að flytja verk ungra rithöfunda sem fram kunna koma og sýningarhæf geta talið. Vöxtur íslenskar leikritunar teljum við brennandi nauðsynjamál íslenskar leiklistar. C. Að sýna hvert það leikrit, erlent eða innlent, sem vekur áhuga okkar og starfslunum. Vera alveg, það finnst mér. En það er heilmikið saga í kringum þetta. Stúlka skrifar, kona hefur skrifað Lína Einarsdóttir, hún hefur skrifað mastersritgerð þetta í háskólanum og hennar ritgerð heitir Það leikhúsin sem ala upp públikum. Þetta prýðir gott heiti á mastersritgerð Grímu og hún hefur farið mjög ítarlega í sögu Grímu. En byrjunin er svo að við erum fyrst og fremst að hugsa, eða ég er náttúrulega svo óstýrilátt. Við erum að hugsa, æskufólk, að flytja inn í landi þessa nýju leiklistarstefnu sem eru absúrt leikhúsin og sem eru alveg, sem að náttúrulega Þjóðleikhúsið og Leikfélag Reykjavíkur og stofnaði leikhúsin litu eiginlega ekki við og treystu sér í kýl og við hefum talað það við Ellingur þegar við hittum sér á dögunum og vorum að spjalla myndi út að leikhúsin, sérstaklega Leikfélag Reykjavíkur, við hefum alltaf gert þetta að Leikfélag Reykjavíkur hafði svona áhuga á nýjungum en það bara voru einhver peningar til að leggjast í tilnastarfsemi. Ég held að það hafi látið mikið. Það var alltaf hættulegt. Og þá lokuðust menn inni í þessu að afsala sér þessu lúxus að flytja nýja stefnur í landi í leikritverkinu. Ætlar þú að segja söguna af því hvernig við fengum húsnæði eða að við gerða? Ekki láta mig tala mikið, tala þú það. Ég stefndi að þessu. Þetta var náttúrulega svo skelfilegt ævintýri að við erum sjálf hissa. Ég man eftir Þorvaldur Helgasyni að hann stóð alveg svo tröll inn í salnum og leit á okkur og sagði hvenær hefur ljótum krokkum verið gefið jafn skemmtilegt leikfang. En við vissum nú ekki alveg að við áttum ýmsa verðlaunara og sem komu í ljós. Þarna, það var til dæmis eins og menntamálaráðherrann þá, var sjálfur Gylfi Þór Gíslason sem var sjálfur tónlistarmaður og með mikinn áhuga á öllum listum og sérstaklega leiklist og án þess að þó ég bendi á ekki að neitt
neina þátttöku hans í þessu, þá var það samt sem áður sýndi hann mikla athygli í þessum bók. Líka meira þegar honum tókst ekki að vera saman og klofnaði, þá hélt hann þing leikhúsmál. Þá var hann svo diplomatískur kurteis að hann bauð einum úr hvorum helmingi, sem var nú ekki stór hópur, sem hann skipti í gegn. Og það voru einmitt Vigdís. Við ræddum með okkur hvernig við ætlaðum að fara þessu, auðvitað skiptum með okkur verkum eins og við gátum. En fyrsta vandamáli var náttúrulega að fá húsnæði. Hvað áttum við að vera niður? Og það heitir svo á að Háskólabíó hafði lokið upp sínum dyrum til að sýna bíómyndir til styrktar Háskóla Íslands. Og Tjarnarbíó stóð autt. Og við komum auðvitað á Tjarnarbíó, sem að Guðislomin hann og gett síðan líka á, ef við ágætshús núna. Og skiptum með okkur verkum, ég man ekki hvort það var skipulagt, en allavega fórum við, það héti gamla daga hjóla í stjórnmálamennina, við hjóluðum í nokkra og það endaði með því, Erlingur hafði orðað því daginn að hann hafði borgarlagamann í sínu lífi, en ég fékk fræðslustjóra Reykjavíkur, Jónas B. Jónsson, í lið með okkur. Og ég held að Jónas með fullri virðingu fyrir Páli Líndal, sem var alltaf ljóð til okkur. Þá held ég að Jónas B. hafi tekið af skarið. Hann var skáti og ég held að hann ekki orðið skáta voru ekki þannig. Hann Jónas B. 60, já. Þannig að hann vildi endilega að því vorum ung og hress og að koma með eitthvað nýtt og skemmtilegt. Þannig að það var endalega hann sem beitti sér fyrir því að við komumst inn í Tjarnarbíó og fórum bara að afhenda og þá byrjaði fyrst vinnan. Þá byrjaði fyrst einn líkamlega vinna með Kristbjörg manni eftir vorum 2 daga að skala sviðið. Það var mjótt svið fyrir svona tjaldið og við gerðum þetta allt saman sjálf. Og það var alltaf engin búningaaðstaða, einhver ykkar sem er hérna núna mann eftir því að hefur verið með okkur hérna niður frá. Nei, Þurrarsson, það er engin. En það var engin búningaaðstaða og það var einhvern mjótt og hollrými þarna fyrir aftan gamla slökkvisturnin og þar komum við upp búkum í búningaaðstöðu og krókum einhverjum til að hengja búningana. Það var ekki eins og við búin að finna fattaslár þá, annars hefðum við farið til Haraldur Árnason að og síðan settum við bara spegla á búkana og svo var bara hver að koma með sitt smink og gera það sem hann gat. En síðan kann ég átta mig á því þegar ég kemur Tjarnarbíó kann hverja einustu röð í hérna salnum, hvað hægt að sitja og sjá þeir á sviðið. Og síðan byrjuðum við bara að æfa og leika og enginn tók nokkur laun og einhverju góðir menn styrt okkur, vorst að minna ná sem ég var alveg búin að glemma að við áttum að styrta mennum sem við var fundið þetta á þetta styrta mannakerfi. Já, garnarskjöðu. Við hver fyrir sig sníktum minnst okkar 10 eða 12 manns til að verða styrtar aðilar. Það fólst í því að þeir borguðu meira fyrir miðan en aðrir en voru heiðursgestir á frumsýningu. Þannig að við höfðum cirka 60 manns sem við borguðum fyrirfram. Þannig að við vorum ekki alveg klúk við næsta verkefni. Nei, ég man eftir að vinkonuna móður mín að sagði hvaða villir sem hún leik að syngja þarna niður í þessu bíói. Þannig var nú eiginlega afstæðan þegar maður svona voru samt sem áður að því maður bara að styrkja það vildi nú gera hérna vel. En allavega þá tókst okkur þetta og það sem að mér svo minnistætt og ylja mér svo innvortist það það að það voru nokkur eldri leikara sem skildi svo skot hvað það var að gera. Indriði voru skildi það, Haraldur Björnsson skildi það, listamenni svo Svavar Guðnason kom og var með okkur og Víkjur var með okkur og Þorsteinn
tók þátt í þessu og það finnst mér miklu gullhamrar fyrir þess að menn skyldu skilja þetta unga fólk sem gera alveg ómögulega hluti og liðsyndu okkur af bestu getu tóku þátt í bæði Kristusýningunni sem við sýndum nú mestandi sem Lingur og Kristbjörg leikir væri og þá var ekki Þorsteinn sem fór með fór mánuð undan. Jú, það var fyrirlestur Sartre og greinargerð hans Jean Chirny sem við kynntum líka þarna, svo rásmið úr verkum þeirra, eða þeir, já, og svo kom sýningin Wicklow, eða Vestardýr, á eftir. En við vorum ekki fyrir byrjuð þarna en þar komu ýmsir aðrir sem vildu vera þarna líka. Þar var til dæmis Bjarni Friðriksson, hann var með hugmyndum stóran svona æskulýðsklúbb í mörgum stundum. Ljósmyndarklúbb, já, málaraklúbb og eitthvað annað. Og hvort að við gætum bara ekki fallið inn í það system hjá honum. Við tókum því svo sem að hét illa, skoðunar svona. En svo var þarna annar hópur sem var leikhús æskunnar eða Tjarnarleikhúsið og þeir höfðu meira að segja farið leikferð allt landið með leikrit eftir Odd Björnsson sem hét Einkennilegur maður. Guðjón Ingi Sigurðsson fór fyrir þessum hópi og þetta hans hóp var okkur að töluverðu gagni þegar frá við leitað í þennan hóp. Já, við vorum ung og skemmtileg og óskaplega almennileg. En ætlaðist líka til þess að aðrir væri almennileg við okkur. Undarlega var að það dúkkaði upp einn og annar sem vildi okkur vel. Það er eftir, já. En þegar þú minnist á leikhúsæskunnar þá ætla ég að rifja upp að tíma þá vorum við að velta fyrir okkur að við slægjum okkur saman margar leiklistar, altså listgreinar. Og það var semst að Gríma og Músikanóva. Músikanóva ætlaði að vera með okkur og við höfðum svona samtök og náttúrulega málararnir líka, listamennir. Og ég man eitthvað mörgum fundum eða nokkrum fundum að vera sem við sátum og veltum þessu fyrir okkur og þeim fundum var Gunnar Egilsson, fulltrúi Músikanóva og Þorkell Sigurbjörnsson var líka. Já, við höfum mikla trú á okkur og þannig höfum við oft trú á okkur því að við heldum að við værum miklu félagslyndari og félagsþroskari heldur við vorum sem kom seinna í ljós þegar við gátum ekki komið sjálf saman og var mjög dapurlegur skilnaður okkar á milli. Skilnaður er alltaf dapurlegur. Já, já. En það er eitt sem að þessum að myndist í áðurins þessi ágætu mastersýrger, það er leikhúsin sem aðlar er publikum. Já. Og ég held að þegar að koma þessum dapurlega og leiðinlega skilnaði, þá held ég að hafi verið vegna þess að við Magnús, þá vorum við og Þorvarður Valli sem þetta voru elskulegur skilnaði, það var bara rétt svona smá lækurinn og mikið verður. Já, dreifur og viðsig, já, mann dreifur sem ekki svona. Ég held að Magnús var leið bæði hvora öðrum fyrir hvað þau verðum þrjóstíð. Já, hann horfði á okkur hérna og veggjanum ekkina sér ekki. En við vorum nefnilega svo mikið að hugsa það, eða mér finnst endilega að hugsa það að við þyrftum að sýna alveg til jafns erlendu verkin og fá þau inn í landið til þess að það eru leikhúsi sem alveg publikum, til þess að publikum vendist því að horfa á svona leikrit og sjá svona leikrit. Og þessi leikrit voru öll sem við vorum að reyna að kynna, þau voru öll fjalluð tilvistarkreppu mannsins eftir þennan mikla heildarleik sem styrjaldur var. Og við sem komumst upp úr dýkinu einmitt í gegnum þessu heimsstyrjöld. Við vorum ekki eins meðvituð þetta. Af hverju þessi stefna fór af stað, þessi absúrstefna
og Jean-Paul Sartre fyrir að skrifa sín verk og allt þetta. Þetta bara eins og eftir fyrir heimsstyrjöldina þá spretta upp nýjar listgreinar eins og í listasögunni, myndlistasögunni og meðal annars þetta í leikhúsinu og eins í skáldsögunni. Svo kemur þetta að það ekki bara styrjöldinni sem lauk þó, það tekur við kalt stríð, svokallað, sem nú miklu meira en kalt og var það að hitna í því heldur betur þegar við byrjuðum opnum grímuna og 62 hangir nú bara kjarnorkustríð á hálfum strái yfir okkur hér á norðurhveli jarðar og það Kúbudeilan og svo spurði hann þarna hvað heitir það, Rás 2 svo hann hissa því að við hefum verið pólitísk. Það var erfið spurning. Spurning alltaf mjög erfið. Ertu pólitísk? Ertu pólitísk? Já, auðvitað var ekki hægt annað þessu verk sem þau voru alveg gegnsósilega af lífsafstöður og hvað er pólitík, hvað er þetta lífsafstöð. En þetta, sko, við höfum þennan mikla áhuga á því að efla íslenska leikhús. Það höfum við öll. Og að reyna að fá leikhúsin, þessi tvö, þjóðmikilna tvö í Reykjavík, fá þau að skilja, þau yrðu að hafa einhvern hliðarsvið þar sem að ný íslensk leikskáld gætu fengið að blómstra, gætu fengið sín verk sýnt. Og ég skil það vel eftir að hafa unnið svona lengi með Leikfélagi Reykjavíkur. Ég skil það ákaflega vel að ég var nú svoleiðis þegar ég kom í Leikfélagi Reykjavíkur þá var ég bóðstilega tekið niður í fallið úr hugsjónaleginu sem ég var. Ég sá fyrir mér alveg nú gæti maður komið með alveg eitthvað alveg splunkur vitt og þeir var mikið seinir í leiksöðunum að segja mér, heyrðu, nei, nú skulum við byrja á því að sýna blóðskýni. En það var auðvitað eina rétt í okkur að ég þetta þýttan að ég var búin að þýða mig sjálf að leiðast að leikið sig nokkuð tíma til. Það er leiðilegt að þýða svona farsa því það er alltaf fyrir út til hægri og kemur inn til vinstri og hlæður upp átt en þetta er alltaf skrifað. En þetta tókst þegar. Ég held að þetta þekist að okkur tókst nú Leikfélagi var að segja að Leikfélagi kveikti fyrir að sýna veðurskóta. Og það var þetta leik, þegar kannski hluta eftir í vika. Og það sem meira var það tók Jökull til sýningar Hart í bak. Já, Jökull var náttúrulega að skrifa Hart í bak um íslenskan veðurleika. Hann að skrifa sjónmennsku. Það var alveg, þegar skrifaði ekkert svona veð, það var náttúrulega alveg gefið kassastýr. Eða mér hefði hlutstæði ef við lesa Já. En það var nýtt íslenskt leikrit og við höfðum á tilfinningunni að bæði leikhúsin forðuðust ný íslensk verk. Já, það er kannski, já, þú segir alltaf sannleikann, en það er einhverjum á því, sko. Svo höfðum við vissulega til okkar máls, því að það var áratugur liðinn þegar aðsóknar stykkin voru ný íslensk verk, bæði í Þjóðleikhúsinu. En þessi fyrstu íslensku verk sem við sýndum, þau náttúrulega gátt ekki búist við því að leikhúsin gátt ekki búist við því að þau yrðu íslenska stykki, sko. Þetta er svo nýtt í hugum manna, þessi nýju aðferðir að skrifa leikrit. Og ég vil eitthvað að semja tónlist bara yfirleitt að þetta var nú kallið klessumálverk og hann stóði fyrir á málverkinu og segi þetta er ég nú geta gert ég verið 11 ára. Og svona þetta var lífsafstæðan, sko, þá að taka móti nýjungum. Og svo kemur svona texti og þá segja hann þetta er bara absúrt texti og það er merkilegt. Við skrifum merkjum með stimplinum absúrt. Svo aðtugar menn þetta, hvað er þetta absúrt? Þetta er bara hráslagalegur naturalismi, nakin naturalismi, svo nakin að það veit enginn kannast við hann þegar hann sýndur hann. Þá ertu búin að gera naturalisman að fána á leika. Það er ekki.
lífið fáránlegt. Það þess vegna sem leikritinn svo skemmtileg. Í sköllóttu söngkonunni kemur aldrei fyrir sköllótt söngkona. Það verið að tala fram og aftur eins og við erum ekki að tala sköllóttu söngkonur á hvernig degi. Og einhvern tímann undir lokin þá segir hann sköllóttu söngkonan komin eitthvað svoleiðis. Þegar við erum búin að vera að tala ekki nákvæmlega nokkuð skapaðan hlut. En ef maður fyrir að rýna í setningarnar, þá eru setningarnar allar miklar og líka í kennslustundinni og þessum leikritum að sjóna sko. Það eru allar miklar þannig að einhver þekkir sig í þessum setningum og veit og hugsa með sér, já, hvað var ég að masa þetta lögðaðin. Nú Pintur nú þannig frá 58 með frumsýning á fyrsta heimskvöldsleikritinu sínu, Birthday Party, og það Þjóðhúsið að undirbúa það núna og það alveg dæmigert upp á þetta texti sem kallaður hefur verið absúrt en vissulega ekkert absúrt, bara hversdagslegt venjulegt mál og samtals aðferð sem fólk notar sín á milli en tekur ekki eftir því hvað þetta skrítið fyrir en það leikið fyrir. Ellingur, þjóð sem var með allt í stuðum og höfðstöðum á þessum tíma, hún náttúrulega fattar ekki svona og það, ég er mjög hrifin með því að hann fengi þessa þjóð til að fatta. Það aðeins. Ég skilur þetta. Svo voru náttúrulega íslensk leikskáld sem fengu til samstarfs. Hvaða höfundar voru það? Já, það til dæmis, ég með lágan lista hérna, ég tók þetta svo ég myndi eftir þessu. Það til dæmis við sýndum fyrst 3 innþarpunga eftir Odd Björnsson. Þeir hétu við lestur framhaldssögunar og svo hét eitt partí og svo Kongúló. Já, þetta var bara fyrsta útgáfa af leikritinu, hann átti þetta til að skrifa útvarpsleikrituna og svo stórt leikrit fyrir Þjóðhúsið. En við skulum heldur ekki gleyma því að Guðmundur Steinsson alltaf með okkur. Guðmundur var með okkur og hérna ég skrifað sko, það ekkert lítið sem hann lagði til þegar hann kom á stað. Það til dæmis, hann með fósturmót. Þar var Jón Gunnar, ég veit ekki til að Jón Gunnar, myndlistarmaður hafi verið með leiktjöld, hvorki fyrir eða síður. Nei. En hann gerði svona járnastruktúra eins og hans var honumvísa í fósturmót. Og fósturmót þar var bæði söngvar og söngvar og það var mjög pólitískt og það var auðvitað hernámið eða herstöðuna hér. Það var ráðherra, ég lék ráðherran. Svo var hlutverk sem hét Mr. Friendship, General Friendship. Þetta var fósturmót og seinna kom Sæluríkið frá Guðmundi. Nú, og svo verðum við að minnast á hann Erling Ebenezer Halldórsson, sem nýláttinn. Já, við lékum reiknivélina eftir hann og svo stýrði hann fyrir okkur bæði Welcome to Dallas, Mr. Kennedy. Það eftir Kai Himmelstrup og hann leikstýrði líka einhver fleif hjá okkur. Leikstýrði 3 sinnum. Sjálfur leikförin í 67, Ótti og einn þriðja ríkisins. Það var svona, dálítið sérkennilegt, við vorum voðalega ánægð með hásýtingu sjálf. Og einstöku sinnum fengum við áhorfendur sem voru alveg upp í skýjunum. En þeir voru aldrei voðalega margir því að menn forðuðust þennan titil Ótti og einn þriðja ríkisins. Það var nú ekki aðlandi. Nema á Siglufirði. Siglufirði. Yfir 200 manns og svo.
Nei, bara eina. Við þurfum að borga dálítið með okkur. Það er ekki svo mikið, en svona við borgum rúmlega miðaverð sjálf. Það einustu sýningu, þá var rekstrarreikningurinn sléttur. Já, eiginlega muna það líka einhver að það var aldrei neinn aflastur af þessu, aldrei ein króna. Og það sem að... Já, það kom fyrst og sinn peningar inn til okkar. Það var háskólinn keypti sýningu. Þá var borgað pingu æfingakaup. Og þeir sem stóðu fyrir því var Jón Oddsson, seinna lögmaður, og Ólafur Ragnar Grímsson. Já, sem þetta maður í dag. En því að nefni ég þetta að því við gátum aldrei borgað laun og það var einhver að koma alltaf til okkar og hjálpa okkur. Já. Eins og eldurleikarnir. Þá voru launin það að við höfðum afskaplega skemmtilegt partí einhvers staðar, allt heima hjá mér. Og það var náttúrulega ekki eins og til fyrir bokku, sko. Þannig að það var einhvers staðar snappað fyrir því og glaðst við því að hafa þá fengið þessa áhorfendur og komið þessu í gagnið til þetta leikriði. En það var oft mjög gaman í þessum partíum og gaman partíum gaman nú. Og báðum að kenna alveg frá upphafi, held ég, að við vorum svo púritansk grimm að við heimtum svo stórt hlutfall í framkvæmdasjóði. Að peningarnir sem hugsanlega kom til skipta fyrir leikara eða höfunda, það voru sáralitlar upphæðir. Og þegar áleið það veifuðum við stundum svona litlum ávísunum hræðilega krónur bara frá henni ættu til minningar. Við sem vorum í vinnukonustörfunum, við fengum alltaf aldrei nátt. Ég er sérfræðingur í að selja miðar, einhvern vantar. Og náttúrulega að skúra og allt það og flytja leikmunni. Það var allt gert með að fór út í bæ til að fá föt á leikarana og allt þetta. Báðum þetta undir leikmyndafólkið. Ég man að sé að koma eins og með 3 kápur til Magnúsar Pálsson og sagði nei takk. Við fórum að ræða til pakka. Það vaknaði nú fljótlega áhugi hjá stóru leikhúsum eða hjá leikhúsum tveimur að það ekki á að taka svona stykki í og smátt og smátt náttúrulega fóruð þið flest til starfa hjá stóru leikhúsum. Það er kannski, ef maður byrjar á endinum, þá er svo skrítið, ég get þess í bókinu minni að raunverulega þessar hugsjónir okkar urðu að aldur til að Grímar, því að þessi púritanismi okkar og krafa áframhaldandi framkvæmdasjóð, hún þegar fór að koma meiri aðsókn, og til dæmis topp aðsóknin sem var þetta Blífúrknin og Svöðu. Hún var náttúrulega alveg topp aðsókn, þá komu raunverulega peningar. En það var líka flutt upp í Lindarbæk. En þá kemur það að í staði fyrir, ég var kallað afi Grímur þetta leyti og slítum rétt af henni. En þá, ég skildi það ósköp vel að þeir í staðin fyrir að breyta lögunum eða reglunum okkar, þá bara lögðu niður Grímuna. Því að annars, ef þið færu eftir lögunum, eða lögðu hann ekki niður, þá hefur orðið verið að setja 60% af þessu öllu í framkvæmdasjóð. Það þýddi það að höfundurinn hefði kauplítill og leikarnir sem viðris. En þarna náðu þeir sko, og þetta var mjög eðlilegt sko, úr því að þeir hefði ekki vitað því bara að breyta sko reglum okkar sem voru frá 60. En þegar þú hefur orðið afi Grímuna þá var ég orðið langana og sett á heimilið því ég kom ekki náðu þessu slitum Grímuna til að vera heimilið. Og að þú segir heimilið, þá var það síðasta var elliheimilið. Já, Steinunn Jóhannsdóttir þýddi það
og við svona einhver úr grímunni undirbjóð það að einhver leiki, en í rauninu voru þá allir starfandi meðlimir þá grímunar orðnir ráðnir við Þjóðleikhúsið og kominn nýr leikhússtjóri sem hét Sveinn Einarsson og hann tók þetta bara inn á repertúar Þjóðleikhússins Elliheimilið og það var frumsýnt í Þjóðleikhúsinu og það eina endapunkturinn í grímu. En við skulum heldur ekki gleyma því, Erlingur, alþjóðleikhúsið. Já, en það byrjaði fyrir málum. Jú, það byrjaði fyrir málum. Það kemur svo suður á Veikur í Hafnarfirði og gerði garðinn ræða þar. Mjög flott leikhús. Hvað er þessi leiksmiðja? Já, og þannig að það var eiginlega ekki sko grundvöllur fyrir því þegar Gríman andast svona með reist. Að þá eiginlega ekki grundvöllur fyrir því að reka tvö svona leikur til þeir voru mjög metnaðarfullir í einmitt nýjungum í leikhúsum. Ég vísa hann bara til samtals við félaga okkar Loka Jón sem sagði við mig þegar ég var að tala við hann svona endalok hluta. Þá var ég að segja sko endalok Gríman, það ekkert merkilegt við það og hún hafði sín endalok og sínar ástæður. Eins var með Sovétríkin og eins var með sambandi. Við kannast ykkur hvað Loki ég veit það. Það er voðalega það sem kvenfólk fær ekki vera með af því það er félag fyrir intellektuála kalla. Og ég spurði einu sinni góðan mann af hverju hefði ekki kvenfólk með ekki til intellektuála kvenfólk? Þá sagði hann svaraði þetta nú mjög merkur maður sem svaraði svona hvað heldur eiginkundan myndi segja? Ekki sem þú sjálf haldið fyrirlestra í þessu félagi. En ekki sem límur. Það heita límir félag. En það er engin á að því þegar litið tilbaka að þetta framboð hjá okkur, þetta bara hafði gríðarlega áhrif. Þegar sér maður seinna þó maður væri svolítið sár á sínum tíma út í það að manni fannst fólk ekki hlusta á það sem við vildum segja, sko, sérstaklega, hvað ég maður segja, borgaryfirvöld eða ríki og borg, eða þeir sem áttu raunverulega peninga til að styrkja okkur. Við vorum svona álítið svona unglingar, svona bröðsóttir, við vorum bröðsótt fólk á auðvitað. Erfitt fólk. Já, erfið, en ekki alveg svona þeim að skapi, kannski af því að pólitíki var ekki þeim að skapi. Þetta voru náttúrulega þrælpólitískir höfundar sem voru að gera upp við hildarleikinn miðja síðustu öld. Ég ætla til þess að kalla pólitík þessi menn þá höfð. Þeir var náttúrulega hægt að vera McCarthyisti og það var hægt að vera heimdellingur. Það var eitt líka sem ég fannst... Sumir voru það með sér. Það var eitt líka sem ég glemma að nefna að við brutum blaðið í leiklesti. Við tókum leikverk og fengum leikara til að lesa verkin á sviði. Halldór Þorsteinsson, stjórn Gunnars Eyjólfssonar, leiklestur, það var fyrsta eina þess áttar sem gerðist. Og mér finnst alltaf enn að ég sakna þess að það skulle ekki vera einhver staðar, einhver svið þar sem maður getur farið þegar þannig stendur á og farið og hlusta á leikrit lesið, svona eins og í útvarpinu, og séð leikarana. Við gerðum þetta í Vonarstættisleikhúsinu, eins og ellimanna hugsun okkar Sveins Einarssonar, þegar við stofnum Vonarstættisleikhúsið í fyrra á því miður þá hefðu við ekki tök á að sýna því húsið er svo dýrt og allt það, eða fara með það minna tvisvar og við hefum ekki verið lengur. En það var alveg frábær sýning, hvað hlýtur hafa séð hana, Kaupmannahöfn, eftir hann Brænfræð, og Niels Bohr og viðskipti hans við Þjóðverjana. Og Þorsteinn Gunnarsson, hann hálfur lék alltaf, það var svo gaman að hafa þetta Þorsteinn lék. Hvernig?
Og ég sé eftir því, ég vildi fá að sjá svona aftur. Og það var gerðið upp í Borgarleikhúsi, ég veku Sófókles eða eitthvað eða Aristófanes eða hvað það er. Það var einstöku sem verið gert í Þjóðleikhúsinu svona að leikrit hafi verið lesið. En þá venjulega vegna þess að menn ætlaði ekki að sýna þau eða eitthvað svoleiðis. Ég leikum eftir Magnús Jónsson til dæmis. Ég leikum eftir íslensku höfunda. Mjög minnisverða upplesta. Já, ég afi minn eftir, þetta var aðeinsbókík, það var Víetnamstríðið. Ég afi minn, hér staddur sá sem lék vandræðabarnið í því leikriti. Hann hét Lilli, ungur efnilegur leikari á þeim tíma sem hafði það fram yfir flesta aðra að andlit hans var svo heiðið og barslegt að það hafði sterk áhrif á alla. Svo var búin til gríma sem var svona dálítið líkt þetta andlit hans. Gaf hann þessa grímu fyrir ekki boðaðum sér. Síðan við ekki gleyma því Erlingur að þið áttum að... Heiðurleikirinn hans Magnúsar. Hæ? Ekki gleyma heiðurleikirinn hans Magnúsar Jónsson. Já. Leikurinn er frjáls framtak Steinars. Já, framtak Steinars. Já, það. Í veröldinni. Gleymum það ekki frjálsum. Já. Og þarna komu í kirkju saman, sko. Ég afi minn og lífsneisti eftir Birgi Engiferð, Jakob eða Uppeldið og svo 68 velkomin til Dallas, herra Kennedy. Þar kenni ég kalda stríðinu Atli Heimir hafði þar nokkra eignamerki sem saman samdi fyrir þetta. Og eitt söngurinn svoleiðis að það þurfti heilt kalt veraldar einar kalt stríð til þess að það ekki heimsfrægt. Það ennþá ekki heimsfrægt og það þekkti það fáir aðra en ég kannski og minnugir áhorfendur úr Grímunni. Það var Guatemala, það var Fidel Castro og frelsisherinn sem rak Batista í burtu. Að því við myndist á... Varstu búin að sjá það? Sjálfsagt. Já. Ertu búin með það? Já. Ég hef sem ekki búin að Nei. En ég ætlaði bara að nefna það að við áttum svo óskaplega fallega og flotta listamenn með okkur. Já. Þetta var merkið okkar, grímumerkið, og það er Dieter Roth. Dieter Roth var einlægur liðsmaður okkar og var alltaf reiðubúinn að gera fyrir okkur ef á þurfti og hann bjóð til fyrir okkur með skoðstu 3 eða 4 plakot sem að hljóta að vera mjög verðmætt og náttúrulega vissi maður ekki þá að þetta er svona verðmætt eftir öll þessi ár. Og stúlkan segir hérna að þetta grímumerki sé svo snilldarlega samansett hjá Dieter að það getur hvert barn teiknað það ef að eigi að setja fram einhvern áróður fyrir fyrirtækið. En kannski að þú þetta þessu, má ég þá sýna? Já, sýndu þau. Prívindi kuriositet. Leikfélag Gríma. Þetta er nefnilega, sko, merkið er eiginlega aðferð, sko. Það er ekki ákveðið merki, en það er aðferð til að búa til merkið, þannig að það geta allir eftir þessari aðferð varierað við merkið. Þetta er höfundurinn, Helgi Hafstadinja. Já, og þetta er myndin sem verður úr þessu endalega. Þetta er ein myndin, ef þú snýr við, þá sér það hvernig þetta þróast úr andliti yfir í grímu. Það var greiðlega gaman að vinna með Dieter. Sviðsnið og kallið.
ég tel að allir að vilja gerður. Hann var svo hrifinn öllu svona sem var nýtt og absúrt og öðruvísi en annað. Já. Þið undur bæði með allmörgum þá listamönnum úr öðrum greinum, eins og alla heimi og eitthvað fleiri tónskáld. Verður með okkur líka á þetta? Tónlistamenn? Já, Magnús Blöndal. Magnús Blöndal var með okkur, já. Og svo hann Björn Trompet sem stofnaði tónlistarskólann í Kópavogi. Hann kom og spilaði svona improvisaða músík í einum þætti hjá okkur. Það var svo skemmtilegt að ég man ekki eftir að nokkuð maður hafi leikað okkur ef við leituðum til þeirra þess að þeir náttúrulega bara gaman að vera með í svona hugsunarstaði. Já, og svo höfum við ekki minnst á aðalatrið sem mér finnst, því ég var svo hrifinn af því leikrit. Það Amalía. Ja. Hún var sýnd á Listahátíð 1964. Og það náttúrulega, það eiginlega, í mínum huga, það leikhúsverk. Svo par excellence í leikhúsverk, að það eiginlega skemmist ef það flutt í aðra miðla, til dæmis kvikmynd eða sjónvarp eða eitthvað svoleiðis. Aðalhlutverkið Amalía, hún situr fyrir framan spegla, þrefaldan spegil, og það leikari í hverjum spegli, og hún ræðir við sjálfan sig svona á ýmsum stigum lífsins. Svo kemur hún fram sem stúlka líka fyrir utan speglan. Sjálf segir hún bara eitt orð, en marg endurtekur. Það orðið já. En þetta já aldrei eins. Því það þýðir ekki bara já. Það þýðir kannski og það þýðir jafnvel nei, eftir því hvernig það sagt. Og þetta fannst mér makalaust leikhús hjá okkur, sko, ég fann það seinna reyndu að gera þetta fyrir sjónvarp. Það fannst mér þetta. Það bara sumt þannig að það svo mikið leikhús að það bara verður að vera í leikhúsi ef það á að njóta sig. En einmitt af því að þetta voru svo mikla nýjungar sem vorum að koma með, þá lítið tilbaka með svona svolítið aðdáðan fyrir að við skiljum hafa hugmynd að kynna verkin á sviðinu. Við fengum einhvern til að segja frá höfundunum. Þetta var svo óskaplega, þetta er eins og Sjálfbólsvart. Hann náttúrulega existensialisti og þetta svo fjarlægt íslensku hugsun. Og við höfðum svona kynningar á höfundum öðru hvoru á undan áðurum við lékum til þess að menn áttu sig betur á þessum hugsunargangi. Þannig að nýbúið að skilgreina það að til dæmis að fransk hugsun og önnur erlend hugsun allt öðru settum okkar hugsun. Af því við kunum ekki að rökræða, Íslendingar. Við eigum engan heimspekilegan af í okkar sögum. Og það er í og með því að kenna hann kannski Jón Salvarsson. En allar sem segið Danir að kirkjubór, það er bara öfund að það. En þessi leikendur byggjast á svona hugleiðingum, svo mikið. Þeir byggjast á svona díalógum og hugleiðingum og þess vegna er svo gott að fá umfjöllun til dæmis teóriur, kynningar satt á undan. Því að þetta er svo ólöglegt. Íslendingar segja alltaf sögur, þeir sögðu daginn Sigurður Pálsson og Björn Gunnarsson. Íslendingar segja alltaf sögur og nota myndlíkingar, metafóra og svo hjólaði við í hann. En frakkar, rökræða, fram og aftur og rífast aldrei. Svo við ættum bara að flytja upp til Frakklands. Eða þá til okkar. En þetta fannst mér mjög til fyrirmyndar þegar ég hugsa tilbaka. Hvernig dóma þig? Hvernig tóku svona leikdómarar og ykkur sem þið voru að gera? Ég man bara að játa þetta, maður var ekki að muni til neinu. Ég man aldrei eftir að við það verið skömmun eitt að ráði. Það var sagt að
ungt fólk hefur tekið sér bólfestu í Tjarnarbíó eða Ásgeir Hjaltason skrifaði Fjarskafarlög og þetta. Ég skal segja þér það, Vigdís. Mér þótti dómarnir aldrei góður. Ég var raudfull. Mér fannst við vera svo miklu betri heldur en hægt að lesa. Þetta var náttúrulega lokið og reykja í mér. Því að svo mörgum árum seinna fórum við Brynja og tókum saman bók sem heitir Brynja og Erlingur fyrir opnum tjöldum og þá fletti ég upp þessu dómar og ég var gátt að þeir voru svo lofsamlegir. Skrifaði af þessum augum sem ég hafði fyrirlítið fyrir það að þeir skrifuðu alltaf lífum. Þá var þetta bara einróma og það var aldrei Ég náttúrulega stóð aldrei á sviðinu og svo glemdi líka svo ég líka pennaður, sem ekki var móðist á. Og ég var bara blöð þegar það var skrifað eitthvað þakka. Ég man ekki á þetta. Ég man eiginlega aldrei eftir að við á sviðinu vorum með nesin við skrif og tók ekki. Ég man aldrei eftir að það hefði skrifað með einhvern. Og yfirleitt við ekki skömmum. Ég myndi muna það að maður mann alltaf eftir neikvæð. Spurning hvort við ættum að tökast einhverju samningu. Eitthvað upp? Já, þetta allt við höfum gleymt einhverju og hér eru menn sem eru frækunnir öllu þessu efni sem við höfum verið að spjalla. Einhverju ekki að spurja eða bæta einhverju við? Og ég aðeins. Þórhildur Steingrímsson, var ekki gerð tilraun til þess að endurvekja grímuna? Ekki svo ég vissi. Ekki svo vissi. Eftir 70? Já. Nei, þú rannsóði þá semst alþýðu leikhúsið í góðu gengi hér í Tjarnarbíói og þá eru leikhúsin sjálf farin að kveikja fyrir sérstaklega þjóðleikhúsið sem hefur ráð á þessu. Því að ég er bara persónulega kunnur það að Leikfélag Reykjavíkur sem var þá ekki orðið atvinnuleikhús eða var þá að verða atvinnuleikhús. Það bara hreinlega hafði ekki ráð á að taka svona. Og þess vegna hefði ég, þegar ég hefði verið leikhússtjóri þessum árunum fyrr en ég var það, þá hefði ég tekið það ráð að lesa þetta, leiklesa þessi verk. Eins og því með Fanda og Lís, var það við án Grímur? Fanda og Lís var við Grímur, já. Já, Fanda og Lís var sýnt með Amalíu 1966. Þetta er mörglega þessi leiklutum er náttúrulega til jafnfjöldum þýðingum og sumarnir fóru til Bandalags Íslenska leikfélaga og fóru upp á landi og sýningin býti mann á brennuverkunum og við sýndum bæði Max Frisch og Dürrenmatt sem voru alveg óþekktir þar hér og hefur seinna teknir hér í atvinnuleikhúsunum. Við vorum mjög á undan okkar samtíðið eins og ég sé það í dag. Þú vorum búin að sitja hér næstum klukkutíma, kannski svona að fara að binda enda þetta fljótlega. Er eitthvað sem við myndum vilja skilja okkur eftir með? Í fyrsta lagi það er gaman að vera ungur. Í öðru lagi það er gaman að vera miðaldra. Í þriðja lagi það er gaman að eldast. Og í fjórða lagi var alltaf að gera það sem alltaf að fylgja eftir sín hugsunum. Sérstaklega í listu. Alveg sama hvað maður orðin fullorðinn. Þess vegna þótti mér mjög gaman að þegar við stofnum þetta Vonarselsleikhús og erum enn að hugsa hvað við erum að gera best. Það er það. Þið er bara líka. Það getur vel að þessi gaman að vera ungur, en það er erfitt að vera ungur. Og hérna kannski ég lesi hér loka setninguna Grímuna í bókinu okkar Brynju. Þegar Gríma var komin á stað vildu hinn leikhúsin í Reykjavík ekki láta hana sitja eina uppi með vaxtabrót leiklistarinnar innlendan og erlendan.
Ég held að þetta hafi hvatt bæði Þjóðleikhúsið og Iðnó til djarfari ákvarðana leikritavál og bæði þessi leikhús hafi færst ofurlítið frá þessu samvinnuskóla eða verslunarskóla, kaupfélags og nýlenduvöru verslunarsjónarmiði sem okkur fannst tröll ríða hér allri stjórn leikhúsa það bil sem við stofnum Grímuna. Takk ykkur Vigdís og ykkur kærlega fyrir að vera sitja með okkur og ykkur auðvitað líka og minna aftur á tónleikana á miðvikudaginn. Ég held að þetta verður mikil upplifun að hlusta á Tinnu Þorsteinsdóttur og félaga hennar flytja verk frá Músíca Nova og eftir Ellen Tolskáld líka á þessum tíma. Þessi list, hvort sem það myndlistin, tónlistin eða leikhúshugsunum sem við erum búin að heyra í dag frá þessum tíma ennþá jafn fersk og ögrandi og var fyrir 50 árum næstum því. Ég þakka ykkur svo fyrir í dag.